Syndaselir komnir hérna í lítið Negroni-horn á veður. Já, annars skipta veður. Annars skiptum við. Við ætlum að vera hér og nú erum við meira svo komin á nýjan stað á veður. Já, við erum að prófa okkur svona á milli, þú veist, nú erum við svona okkur sem ég myndi kalla borð 15. Já, númer hvað er þetta? Númer hvaða borð er þetta? Sem, Já, við erum á borðið 33. Fyrir það sem vita. Nei, við sittum inn í horni og við horfum út á Klappastíg sem að eitthvað segir mér að við séum að fara ADHD-ast. Já, þetta gæti bakkfærat aldrei hjá okkur, sko, af því að það er umferð. En sko, það sem er frábært, Danni, við að sitja hérna á veður, á Klappastíg, sem er skemmtilegsta gatan í Reykjavík. Svo er það. Já, og það er bara, þú veist, ég meina, hérna erum við með okkar all-time favorite írska barinn. Svo er náttúrulega besti veitingastar á Íslandi, Monkeys. Hann er hérna rétt, já. Já, langt sinni farið þangað. Já, og koktelbarinn. Svo erum við með kalda, svo voru að opna bakari. Heyrðu, já. Eigum við að byrja á því að fara eins yfir staðina sem við tækluðum í vikunni? Já. Fara á svona, því ég var svolítið dullugur. Já. Þú fórst í Laugardalshöll. Ég fór Guðskus. Þetta pulsu þar. Með öllum 45 pluss. Já, var þetta eldra lið? Já, en veistu það, þetta var ógeðslega skemmtilegt. Nú? Partí. Bara svona klassíst. Já, sko, máli er að, ég veit ekki, tónleikandi sjálfur voru ekkert eitthvað svona, þú veist, mér finnst leiðilt á tónleikum. Ég er búin að fara í gegnum áður. Sko, sitjandi tónleikar eru yfir höfuð verstir. finnst mér leiðilegt. Það er ekki hægt. Sko. Já, en á svona stóru venjúi, eins og við erum með bara svona stóru venjúi eins og Laugardalshöllin. Já, Egilshöll og allt þetta. Já, Egilshöll og allt það er á milli. Það er allt saman vesen. Já. Þú veist, það er vesen að komast inn. Já, það er svona Það er raðir. svo þarft að finna sætið. Já. Og ég vil helst vera í sætið. Er það? Já. Ég vil bara geta setið Já. og staðið upp því ég er í fíling Já. því ég vil. Já, ég vil geta staðið Já. og geta þá farið þegar ég er bugaður. Kópi, jú. En já. En ég ætla að fyrir þarna og svo er vesen, þú veist, það var vesen að koma svo barinn. Og hvað er málið? Og þarna verður ég að segja bara, þú veist, Jeffrey Coe og þið sem eru að sjá barina og eru búin að sjá bari heil lengi í tónleikahaldi, þú veist, farið að gera aðeins betur þegar kemur að því að hafa bara örlitla, bara röð og reglu á barnum. Ég munna, þarna hrúust allir saman. Já, sko. Svo eru ykkur krakkar þarna sem að þarna ég höfðu einhvern veginn enga stjórn á öllu þessu 45 pluss fólki og þetta er fólk sem veit hvað það vil. Já, þarna sko að hafa sko stjórn á barnum en líka bara hafa stjórn á, mannst ekki þessu æskæstæmi, var ekki fólk að vera undir og jú, svona kortir í veist, og það er náttúrulega bara barinn. En svo er við sem að koma svo klósitið. Já. Og það er náttúrulega vegna þess að 80% fólkin er á móka inn yfir sér. Sko, já. Þannig að það ílengist aldrei inn á baði. Og hinir þurfa bara að pissa og hinir þurfa að pissa á sig. Út af áfenginu. Já. Þannig að ég í raun og veru kláraði ekki þessu tónleika og fór bara. Já. Fórstu fyrr. Já. Ég fór. En það sem ég ætla að segja hins vegar með daginn, sko, undanfærin að þessum degi, það er það að það var svona smá þjóðhátíðastemning í bænum. Já, var það ekki skilnaðarpappírarnir sem voru að fara í gegn? Það voru einhvern veginn líka allir að fara á þessu tónleika. Já. Já. Allir 40 pluss voru að fara og það var einhvern veginn allan bæ, fólk að fá sér prýdrink hér, ég fór á Ölveri í einhver fyrirparti. Það er gaman. Þú veist, það var ekki leiðilegt, það var eiginlega skemmtilegast partí. Við þurfum að fara oftar á Ölver. Oftast er fyrirpartíð skemmtilegast. Þeir voru líka að taka spilakassana, sagði ég. Já. Þeir eru svolítið að kötta á þann hóp, þann fasta kuna hóp. Og hvert fyrir svo hópur? Monaco. Já. Það er bara einu sem er í stöðunni. En sko ég Ölver, ég held mig, ég fíla Ölver og ekki bara Björn Hlynur og kóða þarna bara og Björn og hann stendur vaktina. Já, sem er svolítið flott sko. Talandi að standa vaktina, þú kíktir rétt á hann á 280 bakari, nýja bakari á Klappastíg. Já. Hvað varstu að fá þér? Ég fekk mér þarna, fekk mér svona giflur fyrsta lagi sem ég ætti að borða eftir. Gömlu giflurnar. Já. Sem maður gerir bara aðeins lengur en Ari, bakari. Já. Og svo fekk ég mér eitthvað þarna smjördegspartí með einhverjum ólífum og fytosti, mjög gott. Já, en fyrst og fremst er þetta fallegu staður. Þetta er fallegu staður. Ég fór á Instagram með þeirra áður en ég mætti og ég fór svolítið að skoða svona væpið og mér fannst þetta að vera svolítið svona, þetta er rosalega mikið svona
sko, hönnunar tískan í dag. Þetta er svona, Já, ég hrifinn. þetta er svolítið núna, þetta er skandinavíski. Þetta er hafstúdíó. Sem er einhvern veginn að æla yfir allan bæ. Já, þau eru að hanna hérna allt út alla trissu og henda bara í bakari og mér líst alveg vel á þetta. Ég fór í gær og keypti með brauð og einhverja smáköku og þetta ég ætla ekki alveg að deyja yfir þessum stað. Sko, inn í end verði ég að segja þetta er bara bakari. Þetta er bakari, en þetta er gott bakari. Sko, þetta er Ari bakari, sem er bæði náttúrulega mest sexy bakari á landinu. Ok, það hjálpar. Svo erum við með náttúrulega þau, Hafstein og frú. Og þau mætt á vaktina. Þau eru fallið líka. Og svo farið croissant. Já. Og ég hef aldrei verið einhver típa sem er eitthvað, vá, þetta er besti croissant sem ég smakka. Nei, ég endi þetta, ég get alveg farið í Æsland, ég hafna fyrir því. Þú getur plantað mér í... Og fengið með croissant þar og verið bara, vá, hann er flott. Ég hef með kókumjólk með, og smá smjör. Þú getur plantað mér í París og á sko kaffihúsi sem á að vera með besta croissant í heiminum. Og ég myndi vera bara, já, veistu, ég bara teku orðinu, sko. Þetta er smjördeg. Þetta er smjördeg sem er búið að rúlla upp og hendi í ofnin. Ég er eins og þú, ég geti farið í bónus. Já. En stemningin, ég er stemningsmaður. Já. Og fyrir mér, finnst mér að því að Klappastýr finnst mér að vera besta gata á Íslandi. Hún er svakaleg. Og fyrir mér að fá eitthvað svona fallega viðbót á bestu götuna á Íslandi. Ég var að segja, sko, ég held ég að vera að segja því ég fór og þarna hitti Karitas og Ara bakara, þarna áðan, þá var ég að segja, sko, Klappastýður er eiginlega að vera það skemmtileg gata og hún er svona korter í hvort hann verði einhvern mann göngugata. Það getur verið, myndu eigendur veðurs fíla það eða? Já, það er búið að vera... Já, hér er Svangvít búin að leggja tillögu. Já, það er búið að vera akutera. En ándjósamt, af því að þetta er eins og ég var að fara yfir. Ég meina, svo náttúrulega endum við á, svo erum við náttúrulega með skál sem að toppar göttuna hérna. Já. Þannig að við erum með stað, ofan á annan stað. Með Irishman Pub. Sem er stemmari. Eiginlega Monkeys. Eða koktelbarinn. Eða koktelbarinn sem er nú ekki brjálæðislega mikið líf í kringum. Leiðinlegt. En hvað er þetta apero sem er hérna á móti? Já, ég veit ekki hvort það sé opið lengur. En svo eru vendingar líka hérna á Klappastíg. Við erum að tala um bar ananas. Það er nýtt. Það er bar ananas. Það er nýtt að fara að gerast þar. Og yes! Nú fyrir hún að hrista, skulum við taka smá hlýja. Það drikkur vikunar. Tökum smá hlýja og komum aftur í drikkvikunar eftir augnablik. Sko, við erum mætt aftur. Ég fór á þann stað, við erum að tala um bara ananas. Sem er opnað. Sem er að fara að opna. Viðbót við Klappastíg. En sko, ég var að segja árum fyrir þetta nefnilega. Sko, bara ananas húsið, þetta sjálft, ég man ekki nú með hvað þetta húsið er, en þeir muna sem muna. Og þarna var með staður, legendary staður sem heit Pasta Basta. Já, ég man eftir hún. Og sem var einhver svona þvottastöð að ég held. Nú er ég að tala um ég þekki til eigandans, hann er þetta látin. Okay. En ég get alveg trúið því. En allavega, þarna var Pasta Basta svona lengst af öllu. Já. Og það er einhver álög á þessu húsi. Það hefur einhvern veginn ekki gengið upp neitt. Þetta er svona svo skemmtilegt rými. Þetta er rými, en það er einhvað. Þarna vil fólk meina að þetta sé reymdast á húsi Reykjavíkur. Ég trúi því. Já, og þarna sé bara, og sko, hundar get ekki verið hann inni og þú veist, það fyrir einhvern allt í fjandans og það er einhver maður í hotninu og speilin snýstu, ég veit ekki hvað það. Í alveg, er þetta allt eitthvað sem þetta? Já, ég er bara ekkert, ananas, maður. Heyrði, en að því sögðu, þá hefur ekkert gengið þarna, það er allt farið eiginlega á hausinn leið. Þannig að þegar ég frétti að það var að opna staðar þarna, þá hugsaði Obbosi. Svo frétti í slúðunum að Nuno Bento var að opna þarna stað. En svo var ég að fá núna staðfest að það var ekki rétt. Hér er drikkuvikunar og ég er að fara að klára hann. Sýtur hann fallegur? Já. Drikkuvikunar í búið veður að sjálfsögðu. Já. Hvað heitir þessi? Þetta er Lavender Mermaid. Lavender Mermaid. Og þetta er gindrykkur ekki? Marberg Gin. Marberg Gin. Lavender Syrup. Lime. Apfaba. Ég er með hugmynd. Þannig er bara að segja því mækki. Og bara drikkuvikunar. Og drikkuvikunar er Lavender Mermaid og í honum er Marberg Gin, Lavender Syrup, Lime, Apfaba og ekkert meira. Og ég gleymi reyndar einu. Hann er svolítið sexy. Það er svona smá dust á hann, Lavender Syrup, til að fá lyktina meira. Bara nær, já. Vá. Þetta er drikkur sem að ég fekk hjá þér á sko sumardegi í sumar. Og systir minn líka sem að sko er frekar mikil gikkur. Já, fílar hún svona frúti. Já, hún einhvern veginn er bara, þú veist, við erum að tala um sko, hún er 42 ára
og Já. hún er ennþá að úðísi Passoa í appelsínusafa Það er eins og það sé bara allt í lagi Já, það er ekki allt í lagi en hún alltaf að drekka hann og hún segir, og ég sammála þetta er eitt besti drikkur sem hún smakkaði ævi sinni. Já, Little Mermaid Mhm. Þetta er bara, hefst Þannig að nú getur bara að smakka þetta Hann er helviti góður það ekki, Heyrðu, hann er geðvikur, halló Þetta er í alveg ógeðslega góða drikkur hann er bara geggjaður. Og ég sé alveg, Hann er fallegur líka. ég sé alveg að 42 42 ára Passoa frú Passoa frú Kópavogi. myndi alveg lepi þetta upp Já, sko, nei, þetta er líka betri viðbót Mhm. Þú veist, þarna núna getur hún hægt Já, núna getur hún bara að fara að þessi gera þetta Passoa-sulli sem búin að vera í síðan hún var 17 ára Aquafaba, Þetta er ótrúlega góður, já Þetta ekki hviti dæmi Já. Safi úr kjúklingadós Þetta er velunadrykkur, vissir það? Þessi? Já. Nú? Hvað? Hún hafði Óskarinn? fengið 3. sæti í keppni sem ég vil meina það heiti Marberg keppnin koktelkeppna við þeirra Já Ok, ég fíla það Herru, höldum áfram með bara ananas Heyrðu, ok, já, þannig að þarna hefur sem sagt alltaf allt farið til fjandans Mhm. og þarna ég tjúlega góð drikkur býta þess Já, Þarna við erum ég- ekki að klára þetta sko. Klára alltaf þetta þarna hefur allt farið til fjandans Mhm. alltaf þannig að svo sem frétt eitthvað slúður að núna og Bendó Já. sem að, þú veist, hafa bara gert annarkvæmt stað á Íslandi Já, hvað kaldi kól Nei, það eru Nei, við erum að tala um apóteki Já, tala um apóteki, Fjallkonan Sætasvínið Tapasbarinn, halló, 25 ára Tipsi fór ekki fram hér neinum árhjöföldum Tapasbarinn, já, einmitt Ég er langt sér að fara þáka og þarna, já, bara fullt af Já. allir þessi staðir og þarna mexikanski staðurinn Trisslókos það má alveg margt segja, þú veist gkannski gæði sumra og annað, en það er annar mál en En þeir þeir gera, vita alveg- þeir gera vel Þeir vita hvað er að gera þannig líka. ég hugsa að vá, þetta er geggjað, þetta er akkur sem vantaði Mhm. svo frétt að þeir vera ekki með þetta Já, sko, ég er nefnilega með smá innlegg í þetta Núna seinasta laugardag Þar seinasta laugardag þá er ég að rölda Laugaveginn og ég sé þarna stað sem heitir Swirl and Roll Swirl and Roll, Já, hann er á móti bónus á Laugaveginum Ég var líkalegt nafn hrikalegt nafn Ég var búinn að skrifa inn kærastan vildi sushi og ég skrifaði inn í Google Maps sushi já. og sá þennan stað koma upp og ég bara, já flott, við löpum bara þangað þá er þetta ekki sushi staður, þetta er desert staður sem gerir svona crepes Já. sem lítur út eins og Já, sushi ég hef reynd að labba þarna framhjá Já. og mér hefur langað að fara þarna inn af því að sko, ég er mikill krepsmaður Þetta var gott, sko auðvitað er þetta gott og þarna var maður sem heitir Andrea held ég, ok, en ekki, Andrea og þarna, þetta er Ítali og þetta er sko ekta Ítali, hann er svona passionate gaur, sko, hann hann er, er söður Ítali já, alveg svona, minnir á vikingvin þáttarins, já, sem er norður Ítali sem er, já, en svona, já, ég fatt að væpið, ég fatt að já, væpið já. bæði svona í feeling og hann fer að gefa mér hérna, hann gýrast upp og gefur okkur eitthvað auka dæmi og það er eitt í þessu, það er svo óþægilegt þegar maður er kannski í svo þess tilfelli að fá sér desert og er bara að njóta og maður var kannski ekki það svangur en svo kemur sko gæinn kannski með meiri desert til að sína, skilur, heyrðu, prófið þetta líka já, sem er svona að gefa já, hann, í þessu tilfelli var hann bara peppaður, þetta er Ítali já, og hérna þetta fyrir meðvirkni mín fyrir alveg nei, að því að sko maður er fucking Já, já. sattur eftir fyrri desert núna kemur þetta á borðið, maður fer eitthvað nart í þetta, maður er að fucking springa já, þú vilt ekki vera dónalegur og skilja eftir ó nei, Nei. þannig að það hefst bara þarna eitthvað svona suicidal out já, sem maður bara og þið eru bæði smávaxin þið parið, við með allri erum virðingu. matgrönn þið eru matgrunn já, og við vorum komin í eitthvað rugl þarna að reyna og ég þurfti meiri að skilja smá eftir það náði að trompa meðvirkuna sem er eiginlega ótrúlegt sko. En allt rosa gott hjá honum og hann hendi kaffi og var alveg þú veist, ítalskur með kaffið on point og ég segi bara flott hjá þessum gæja já, en nafnið, hann þarf að breyta því nafnið þeirra Swirl and Roll Swirl and Roll, já Swirl and Roll og þetta sushi-æði, núna er byrjað sko, þetta er tíska, það er byrjað að setja allt í sushi það er byrjað, taco í sushi-formi eitthvað svona, ég veit ekki hvað mér finnst um þetta trend en þessi maður, Andrea ég vona að ég segir þetta Andrea þessi maður er að byrja með nýjan stað það sem bar ananas var já, þannig að þetta er ekki núna á Bendó nei, mér skilst ekki ég segi vona að ég að fara með rétt mál ég vona að hann búið til gott nafn á staðin að því að sko á svona stað sem er cursed eins og þetta húsnæði að þá þarf náttúrulega að gera vel þegar kemur að nafnaleit Byrja það má frá ekki vera Swirl and Roll number 2 eitthvað carne delicious Já. nei, hann byrjaði að fá særingamann einhver svona cleansing ég þekki tvær í alvörinni Já.
Ég hef heyrt að það virki, sko. Það virkar. Ég alveg... Það virkar. Þannig Ég að bara get sagt þér frá því. við þurfum að tala við þannan Ítala og fá hann til þess að græða fyrst særingamann eða konu. Hringi þess að 2 kvinnur. Já, bara báðar á svæði. Ég held að þurfi bara hérna A-team. Og finna svo gott nafn á þetta. Hann talaði um að þetta væri svolítið steikar svona staður. Já, þetta er essi. Hann er að fara bara, já. Ok, ég er reyndar til í einn góðan steikastað á Klappastíg. Það er eina sem við vant. Já, með tilfinningaríkum passionate Ítala bak við. Kálfasteik. Já. Hann talaði um hráefnin, hann var að fara all in í eitthvað gourmet og hann seldi mér þetta. Ég trúi því. Bara ananas. Sjáum hvað setur. Og þetta verður þá ennin viðbót í Klappastíg. Já, og bara vonandi gengur það ótrúlega vel. Svo erum við plötubúð. Svo erum við költi sem var hérna fyrir ofan. Var ekki köld? Er þetta tala um sem að vera að selja þarna í... Sítara. Já, ukulele. Já, ukulele og sítar. Nei, það var einhver stað. Þú veist, ég keyrði yfir hippa sem var að labba með dreddana, já. Já, hvíti gæði með dreddana. Það var nýkomin þessar búð, ukulele. 5 aukastig fyrir dredda, sko. 10 stig. 10 stig fyrir að ná einum. En sko, þetta var samt held ég frekar, ég held að það hefði verið hliðin á því og var kannski eitthvað sami rekstur, en það var einhver veitingastæður líka sem að breytist í eitthvað köld. Já, ertu ekki að tala um Garðin? Já, hann er enn, bara DJ Margeir var bara að koma á lönns þegar ég er að koma úr 280 Bakery. Er hann í köldinu? Hann er alltaf bara sko allsæll að labba út. Bara komin úr lönnstæðan. Þetta er hann í þessu. Já, hann er svona smá köldli. Já, sko. Smá svona kontarhristaða teknum með mér og förum í kakó cleanse og eitthvað svona. Já, og fáum okkur smá tofu og höfum að næst. Förum í sweatlots. Þannig að, já, ég ánægði þetta köld lifi. Það sjálf. Það ekki búið að handtaka það mann eða eitthvað. Svo kemur náttúrulega ljósa, það alltaf sama saga með köldin, það er eitthvað svona eitthvað stemming baka endar einhverjum. Það verður einhver svona Netflix heimildamind. Já, það verður það drullu nett, sko. En svo erum við, plötubúðir og eitthvað, við peppum þetta. Já, þetta er okkar gata. Við, og bakarið, sem að, eins og ég segi, þetta minnir bara svolítið ábreyð og svolítið svona bara svona... Þetta er þennan stemmari, en ég meina, hvað á maður að gera öðruvísi? Vera með fallegt fólk. Já. Bara mjög stórt, bara skref, tekið þar. Það er alltaf aðeins betra. Með Hafstein, Caritas, Ara Bakara. Ari sæti og svo líka sko er þetta alltaf aðeins betra þegar þetta er ekki keðja. Manni líður aðeins að með stemming yfir. Ég hugsa að 280 bakari verður opnað í Smáralindinu. Sko, það kemur ekki óvart. Ég Brauð og Kó, þau eru náttúrulega komandi um allt og ég fór í gær, ég labbaði inn á staðinn Okki í Kringlunni. Já. Og það er Brauð og Kó bara búin að auglýsa bara í öllum svona skjáum, þetta er svona stað sem fer í píl og eitthvað, þá bara þessi pílar í boði Brauð og Kó. Sko. Og ég fór þangað í sumar með mömmu. Þetta er ekta mömmu staður. Nei, þetta er ekki ekta alveg mömmu mín staður. Ekki þín kannski, nei. Hún var hrifin. Við fórum hérna í ekki fúsból, heldur svona hokki, svona þýttokki. Heyri, það við maðgininn, við áttum gæða stund. Vá, það var svo gaman hjá okkur. Já, þetta er þeir fyrir mæðradaginn. Alveg. Ég fekk smá sjokk þegar ég labbaði hann inn. Já. Af því að ég bjóst ekki við 600 fermetrum. Nei. Þarna var svona annað hver vinnustaður á landinu mættur í pílu og í feeling. Svo er matur þarna, þetta er smá leikland og þetta er smá svona þetta er svolítið crazy, sko. Já, það er rándýrt. Þetta er rándýrt, þetta hefur startkostnaður hefur verið. Og máli er að ég fór með 2 kokkum minni svona til Noregs og við fórum, það var ég og Rapp Svansson, Andrés Patrikur og einn annar kokkur og við fórum á einhvern skítuðan stað í Noregi sem var með svona borð, svona þýtóki og þetta var ótrúlega gaman. Já, ok, ég þarf að prófa þetta. Já, það er fleiri svona stæði. Það þarf að taka píluna þess niður. Já, ég er löngu komin leið á því, sko. Þú veist, þetta er, en það kemur, við erum alltaf með eitthvað trend í gangi, þú veist, það kemur örgulega næst eitthvað trend bara, þú veist, þetta þýtóki kannski, hver veit það? Já, ég hugsa að það verður eitthvað svona þýtóki staður. En þetta eru svona útkværa staðirnir og Kringlan náttúrulega ekta svona staður, sko. Já. Labbaði fram á Kringlu. En vel gert samt. Já, maður þarf að prófa þetta, sko. En svo er að opna í Smáralindinni, þannig að við förum bara að klára maður fréttinnar með þetta. Já, þar er að opna mathöll. Ég fór í Smáralind helgina. Já, er búið að opna hana? Nei, alls ekki. Það eru framkvæmdir í gangi. Já, heldur betur. Ég fór í Smáralind og ég byrjaði að sjá alla svona aðeins svona gauðra sem eru aðeins eldri en ég úr Garðabæ. Já, svona mínum aldri. Já, kannski nær þér aldrei, en svona leiðilegasta gengi Þetta er liðið sem er að fara að mæta þangað. Þetta er liðið
sem að var svona smá bullís Einmitt, og voru svolítið dónalegir, Já. leiðilegir og afstækilegir akkurat. og svona töffararnir, Já. allir komnu með bumbu, Já, allir með einhver 3 börn sem þeir hata, já, allir með einhverja kærustu sem að fór í síló 19 ára ok, og er orðin sjúskuð já, á botoxinu og þú veist, og þetta er gengið í Smáralind og ég bugaði smá þarna, sko. já, Maður var að dotsa svona smáhjal eða small talk, já, þú veist, eins og engi væri hvað segir maður eitthvað, morgundagurinn. morgundagurinn. Já, En svo fór ég og ég ætlaði að geta þarna með félagið mínum já, og það var ekkert. Bakkó-staðurinn, Bakku og lokonum. og loka Já, honum, ég ítalski skil staðurinn. það vel. Mér langaði þangað þarna, af og lokunum. Kaffi Adesso, það Og var að taka starfsleif af. það var tilkynning. Ég gleyma því, sko. Þannig Það er þessi annar mál. ég komst ekki á hann. Þeir mistu leyfið þarna í Það var bara bara einhverjum, með það lögreglu voru bara. einhverjum 70 kettlingar að fá sér krep, talandi kreps, Já. krepsstaður mikill. Mhm, Þær voru að fá sér, það er einhverjum konur sem mæta alltaf þarna, alla miðvíkudag eða eitthvað. mm. Og voru þarna allsælar með einhvern skýta kaffibólla á 15 kall og kreps með hrísgrónum og blaðlauk og einhverju. Hvernig missur Og leið? það er bara, þeim voru vísa út með Já. lofuruglufild. Já. Það voru miður sín. Eina fúti sem ekki herst í lífinu þeirra Shit. var bara, þú veist, Bara á ekki borða áttræðis þetta. aldri og Já. vera kaffið þessu og fyllt út í lögreglufylgda þegar þeir mátti ekki. Guðming. En þá er eitthvað, þú veist, ekki búið að borga eitthvað, þú veist, einhver yðgjöld sem að hefur vantað. Já, það var ekki kannski að það væri, þú veist, rotteitur. Nei, nú góður staður, kreps upp á 10. Þessi stað Ég fekk mig kreps og síku að það. Ég bara innismókur Já. það. Já, þetta er Smáralindin, sko. Já, Þannig að við vorum komnir hérna í smá klípu og fórum hérna það sem að mathjóttin átt að vera. einmitt. Þá er hún náttúrulega bara ennþá í framkvæmdum. Já. Við vissum, við ætlum ekki að fara eitthvað Joe and Juice kjaftaði, skilur við. Nei, maður hefur endað þar oft í svona Það- síðustu. Þrótt, sko. Já. Þannig að við enduðum á stað sem heitir XO. Panta mikið þar. Ég ætla að segja, Ég panta rosalega XO í Smáralind, heiðarlegu staður. Tandoori, Já. kjúklingurinn, Mm 10 af 10. Þessi staður leynir á sér. Ég bjóst ekki við neinu. Þeir eru með Heyrðu, hádegistilboð. Þeir eru með tilbúið. Ég fór með svona heilsufélaga mínu. Hann er svona algjör eitthvað hlaupari og eitthvað. Hver er það? Andi Arnar Gunnars. Einmitt. Og hann fekk sér salat, þú veist, rosa hollur. Eðlilega nautasalat. Og ég fekk mér ostaborgara. Þarna gáttu við Já, báðir. Þetta eru Hvernig var borgarinn á það? solid Einmitt. shoppuborgari. Geggjaður. Nei, þú veist, Já. XO, bara smá Já. sjátat á hann. Já. Og smá lof. Ég borðað mikið á XO. Ég Óvænt tek lof. rosa mikið. Og hann bjargaði okkur þarna. Já. Við vorum bara, þurfum að fara eitthvað annað en Smáralind. Við gáttum ekki getið þarna náttúrulega. Nei, nei. En smá millibils ásatt náttúrulega, sko. Og loka mandi náttúrulega líða smára, þannig að það verður ekki að fara þá. Já, einmitt. Já. En það er mikið af lokunum og svo höldum bara áfram í fréttum. Það var hérna, þau eru að fara að loka Brewdog. Já, þanga hef ég bara komið 3 sinnum á heiminn. Ég kannski tekið svona 5 Þetta er staður sem fór algjörlega út á minni rattar. 5 sinnum sem ég fór kannski. En ég er ekki mikill bjórmaður heldur. Nei, ekki ég Þú heldur. veist, miður, þá er ég bara ekki í þessu Nei, í svitapartí. ég var ekki alveg nóg hrifinn. Þetta er svolítið svona, þetta er keðja. Þetta er skálmaldargestir. Þetta er Mikið skegg til. olían, veist. Þetta eru menn sem get ekki farið í klippingu nema sér viski í bóði, sko. Já. Og þú veist, og mér fannst það bara allt í lagi. Þú veist, allt í lagi vangir, ævidag. En þetta er bara keðja og það er ekki mikil vorkun í þessu. Þeir lifa þetta af brúdogmenn og eða skilur Mér fannst þetta að væri nú bara eins og þeir hafa bara tekið ákveðnum en ennis ekki. Já, Á þess að ég veit einhver um það. þú veist, en þetta er auðvitað eina svona. Reykjavík brúur í fórvist með einhvern björkúta í gær og grétu yfir því að þetta var síðasti kúturinn sem fórum með. Það var eitthvað dramatík yfir þessu. Já, þetta var svona söknur. Þetta er eitthvað fáið börn sem eru, þú veist, international keðja sem er líka bar. Þú veist, ég meina, það er ekki þetta, þú veist, maður heldur ekki eitthvað volað mikið með En ég meina það er sjór. Já, þeir náðu því? Já. Vá. Gera aðri betur. Gera aðri betur. Já, ég vona að aðri gera betur. Já. Af því að, þú veist, með þessa kraft bara, ég fór að skúla helgina, þú veist, og ég ætla að henda að sjáta þetta á hann. Mér fannst hann solid. Hann er smá rembíkur, þú veist, það er smá svona, viltu skýrbjór. Hefur samt alltaf verið það. Já, ég veit. Mér finnst þetta mjög snæs að sitja þar. Ég fíla hann. Já. Drakk bara light reyndar, sem statement. Má ég klára henni að drikk? Ég fæ mér eitt sopa og svo Já. skellur hann mig. Ég meðan það svo ljúfengur. Já. En það var hægt að fara í pop-punkt og góð Já. tónlist Einmitt. og ógeðslega leiðilegu barþjótt sem að Já, sem að hefur alltaf verið, nema það Víkingu var með þetta.
þeir eru þarna á skúla í svo mikilli fílu og félagi minn, herra Heilsa, hann var að fá sér bjór í fyrsta skipti eftir 76 daga. Já, vei. Hann var í skilnaðarpásu. Var hann að skilja? Já, hann er einn af þessum sem voru að klára pappírana, sko. Hann ég tók segi svona. hetrúmennskuna á meðan. Já, minnst það flott. Flottur. Já, þú verður ekki. Þetta er að stíga upp og taka ábyrgð. En algjörlega, en ég er líka að segja samt, sko, að núna er þetta lið að koma á stjá. Og þau voru að segja ykkur hérna á veður, Símon var að segja mér að það hefði verið sturlað að gera á laugardaginn seinasta hér. Haustið, sumarpappírinn komnir í gegn. Sko, skilnaðarpappírinn til hliðar, búið að spá í sýslumaður búin að kvitta undir. hver fær lögheimili, það er reddað, búið að selja, búið að kaupa nýtt, jafnvel. Kaupa út, kaupa inn. Já, þú fær kaffivélina og ég fær ljósakrónu í staðinn. Og svo þarna er núna að fara út á lífið. Þannig að það eru allir mættir. Þannig að núna er sko, og meiri segja, félagið minn lenti í þarna annar reyndar sko, og þú veist, að það var bara verið að bjóða, bara eitthvað gælla, bara eitthvað kott í eftirparti í Hafnarfirði og þú fær bara að gista hjá mér og veist, það er gredda í loftinu. Það er það, haustgreddan. Hún er best. Það er líka sko haustgreddan er þannig að hún er svo prívat. Já. Það er dimmt úti, þú fær bara heim. Skjóli nætur. Já, þú ert ekki einhvað austuvelli í sleik. Nei, í dagspyrtu. Nei, það er bara, þú veist, já, nú bara dimmir bara vel sjöleytið á kvöldin. Getur laumast heim. Og þá getur þau fara aðeins að óta og bota. Mitt og nýkomin og skilnaði 76 dagar edrú, heyrðu, og við mætum hann á barinn á skóla og ég er eitthvað svona hátíðarfílingur í mér og ég er svona, heyrðu, þetta er fyrsti bjórin sem þessi maður er að fara að drekka eftir 76 daga pásu. Hvað á kallin að fá sér? Spyr ég barþjóninn, heyrðu, hún er með svo skít. Það var bara eitthvað, ég veit það ekki, þú veist, ég geti kannski prófað hann og eitthvað, ég veit það ekki. Já, ég hefði farið með hann annað. Ég hefði farið með hann hingað á veður til Símons og Svankvítar. Ég hefði farið með hann til Lilju, Æris, hún hefði tekið hann fagnandi. Hann var með gjafabréf, ég hefði sleppt þessu gjafabréf og bara rent kortinu í gegn. Stimplað þetta gjafabréfin. En sko, þetta er svona þimmin, ég man sko, þegar Víkingur, okkar allra besti, hann var að reka. Já, þarna skúla í smá tíma. Og hann var eitthvað svona að reyna að koma með svona happy Italian vibe, þú veist. Já. Að taka bara vel á móti öllum gestum. Það fór bara ekki sérstaklega vel í sko kunnan. Nei. Þarna voru einhverju borgarfulltrúi og VFG, allar í fílu. En líka þungarokkarar. Og þungarokkarar líka. Og skeggið. Og skeggið. Já, þetta einhvern veginn fór, og svona súr svitalit, sko. Maður þarf að venjast henni, það tekur alveg hálftíma að venjast svitalitinn inni, sko. En ef maður bara býtur á í axlinn, þá nær maður að venjast svitanum og detti í smá bjór. En ég fílaði að sitja þarna og veistu, við sátum úti í smástund. Það var svo hlýtt að laugardaginn. Já. Og það var eitthvað hitalampir enda líka eitthvað. En þetta var alveg... Þannig að þið áttu góða stund saman. Þetta áttu mjög góða stund. En hvað gerði svo með viðkomandi skilnaðar pappa? Heyrðu, þetta var... Var það bara 1 bjór og heim? Nei. Það var röngan á endanum að sjálfsögðu. Ok, við reynsla. Þannig að ég segi það nú ekki. En sko, það var langt kvöld. Já. Við kannski förum bara yfir í dagbókina hjá okkur. Tókum fréttir heldur vel fyrir. Þannig Sko, þannig að við fórum hann á skúla og svo fórum við á litla barinn. Býtu nú, hver er hann? Heyrðu, þetta er einhver staður hérna á Ránargötu. Já, ég er ekki búin að fara okkar einmitt. Ég er hrifinn. Þetta er eitthvað svona hotel-ish staður. Logi vinnur okkar. Hann er ofta. Logi Marr. Já, þannig að sko, ég var hrifinn. Mér fannst þetta bara stránkæðilegur staður, það er bara cozy happy hour og hann er svona lítill og þú veist, á cozy hátt og maturinn bara heiðarlegur og allt í lagi verði, ég veit ekki, og líka bara cool að vera einhvern veginn á Ránar, þú veist, svona smá sjarmerandi að vera ekki. Þetta er svona, hverfisvæping? Já, en ég held að forrétt að taki það hverfi svolítið. Við forrétt að bara, ég er hann búin að lifa við. Við fórum svo beint þangað. Vá, hvað ég elska þann bara. Það var næsta stopp, nefnilega, forrétt að bara. Og þar líður mér svolítið vel. Já, ég mér alltaf leiði vel. Ég er að synd hvað ég fyrir á þarna sjaldan. Nei, einmitt. Þetta er svolítið góðtústaðir hjá svona okkar vinahóps. Já, sem að búa það í Vesturbænum með bara. Já, en bæðu og sko, og þarna fótboltafélagið myndi fara þarna. En svo er þetta að fá sér eitthvað aðeins að éta og Guinness og þetta er bara svona cozy staðir, sko. Já, þetta var að fótbolta þarna. Já, það var einhver leikur, mér finnst fínt. Þetta er líka svona næs bara að fara að horfa á fótbolta. Það er ekkert, þú veist, það er engin þarna
engin skítafíla, það er engin Það er ekki sveitalegt þarna. fallur bar, Já. það er bara góður veitingastæður Þetta er eitthvað með fjölskyldu. eitt skjá að sína fótboll. Já. Mælum með. Svo farið beint á uppistand með Birnu. Já, hvernig var vinkona þátturins? Birna Rún, ein fyndnast á Íslandi, hún er æði. Já. Og diggir hlustendur vita, hún kom hérna og kom í þáttinn. Fekk bara sér gimlet minni mig. En þarna, nema hvað að ég fer hérna uppistand og þú varst á hann að tala Gus 45 ára, þú veist, já, það meikar sens. Þetta var áhugavert krát. Þarna erum við að tala ég ætla að segja 30 til 40. Já. Auglýsingageirin. Já, þetta er versta fólkið. Þetta er versta fólkið. Þetta er hræðilegt. Þetta var eins og bara ásætti hjá einhverjum auglýsingastofum. Og þarna, þú veist, var ég með 2 úr auglýsingageiranum og það var bara að vera, hvað, þú veist, þetta auglýsinga og þetta hitt. Allir að networka yfir einhverju. Já, rosalegt network. Svo var farið inn á uppstand, þetta er Tjarnabíó og ég fíla það venju ágætlega, sko. Já. En, sko, það er svo fyndið, maður dæmir stundum fólk útráði, sko, yfir hverju það hlær. Já, ég skil hvað minnur. Þannig að þú veist, Birna, hún með uppstand og ég minna, hún er á þessum aldri og það var klárlega svona þannig væpi yfir þessu. Svona, hver kannast ekki við þetta 30 til 40 ára dæmi, þú veist, eitthvað svona leikskóla tengt eða eitthvað. Og þú veist, og það var til dæmis einn sem var bara, þú veist, bara öskrandi yfir, sko, ófindnasta stöffinu. Af því að auðvitað er, þú veist, er þetta misfindið, skilur við mig. En þetta er ekki kona í skilnaðferli. Í ferli. Já. Þetta er eitthvað svona taugafall. Hún fekk ekki lögheimili. Sem ættir að merkja við þarna. Hún fekk ekki húsið, hún fekk ekki mokkavillina. Nei, og ekki forræði. Hún fekk forræði farið. Nei, þú veist, en hún ætlar að gera sér glaðan dag og fara á uppistand. Já, og fylgst bara allt fyndið. Já, þetta hefur verið eitthvað þannig. En þarna, sko, það var margt, þetta er fyrsta uppistandið hennar. Já. Þú veist, það var í lengra kantinum, ég þurfti að fara fyrr, ég bjóst að það myndi vera styttra, en sko, mér finnst hún vera alveg með sitt krát, hún er greinilega að gera rosalega rétta hluti fyrir sitt krát og eins og segi, fyrsta uppistand bara drullu solid og er þetta fyrsta uppistandið? Já, fyrsta svona sýningin Já, ég skil hvað eitthvað svona sem heitir eitthvað og hún selur einn sjálf og eitthvað en hún er ógeðslega fyndin og þú veist, og uppistand er bara allt annað, sko, animal, sko svolítið, heldur en, þú veist, margt annað en svo er líka fólki, ég meina, svo eru sumir, ég meina, eins og Pétur Jóhann, sem ég finnst sem mest darling á Íslandi hann er æðislegur. Þú veist, ég held þú finnir ekki mannesku sem er bara þetta er einn örgleitt besti gæi á Íslandi. Hann er ekki mér er aldrei fyndist uppistandi hann að finna. Nei. Þú veist, mér finnst hann samt fyndin yfir höfuð. Þú veist, mér finnst gaman að hlusta á hann og mér finnst hann fyndin típa og það er náttúrulega bara nóg að horfa á Pétur Jóhann og það er, sko. Já. En uppistandans finnst mér ekki fyndið, en ég á hins vegar marga vini sem að bara finnst þetta bara geggjað. Það sem að hann hefur þessi gert, Pétur Jóhann, og þarna ætla ég að lasta þessa vini mína sem ég er að tala vini, fransískinni líka, suma, og það er, hann hefur frá því að hann byrjaði tók hann örugglega bara ákvörðun að miða bara á bólinn. Já. Þú veist, þetta er bara hans atrið. Þetta er fólki sem býr á völlurum í Hafnarfirði. Hlustar að dikta mikið. Og þú veist, og svona þess konar Ilja. Nei, þetta er ekki Ilja. Nei, þetta er ekki Ilja. Ég langaði bara að nefna það. Nei, það er ekki Nei, ég get sagt það, þetta er ekki Nei, þetta er dikta. Hipsumafs líka, já. Algjörlega. Og okkar menn. En svona, þú veist, hann hefur bara miðað á þennan bara, já, þetta er bara bólurinn, Akureyringar, hann er rosalega vinsæll á Akureyri. Sé alveg, sko. Og þannig er hann bara búin að marka sig. Mætir í hóf. Þú veist, þannig að hann er ekkert að reyna að fá einhver svona fólk. Nei, en ég held að eins og mig eða fleiri sem bara hafa bara öðru í þessu húmor. Ég held að sé líka ekkert eitthvað dífa sér honi í uppistandi. Hann er með nokkra góða djóka sem hann notar svolítið aftur. Já, þú veist að kötturinn, missi, hann sko, hann sleppir aldrei kettinu. Nei, en svo er þess að það er annar gæði sem mér langar að ná á uppistand og horfa á. Það er Sveppi Krull. Já. Hann er byrjaðar með uppistand. Ég geti fílað það. Já, við þurfum að tjekka á þessu. En svo veit maður ekki, en þess að ég segi, af því að þetta er rosalega, þú veist, langt frá því, sko, ef manneskjan er fyndin, þá skiptir það valla máli hvort að hún muni eiga varandi hvort þú mun eiga gott uppistand eða ekki. Það er bara klárlega. Þannig að þú varst ekki að tengja við þetta uppistand. Þú veist, ég held ég verið ekki í markkópurinn, mér fannst samt, þú veist, ég hló, mér fannst margt mér fyndið. En ég held að bara fólki sem var þarna hafi bara farið það mikið í taugarnar á mér að ég leta kannski skemma, en hún er fyndin og ég ætla að mæla með þessu. Ég fór einu svona uppistand með konuna sem við lærðum ykkur af, sem eru í Ískabarnum,
þá beið ég henni á þarna Jakob, þarna gerpið þarna sem sem við langar alltaf smávegis að berja en á sama tíma að ríða. Er hann ekki að myndiru? Ég hugsa það. En þú veist, en það er eitthvað svona, já. Það er leiðilegt kynlíf. Ég veit það ekki, sjáum til. Já. En hann ekki að vinna eitthvað fyrir Snorramá eða eitthvað? Nei, hann er að vinna sem aðstofamaður dómsmálaráðherra. Er eitthvað minna sexy og minna hann fyndið? Hann inn fyrir svona, þú veist, að vera svona, þú veist, hann er svona leiðilegu málaflokkur, gott að hann. En það breyti engu að fá hann og jafn leiðilegt. En þarna, ég fór á uppistand með honum sem var bara allt í lagi, sko. Já, ok. En konan sem við nefnum ekki nafn, og ég er skjábarnum, hún er alltaf Keflavík og hlær eftir því. Og það er gusulhátur. Það er og það er gusulhátur og meira til. Og hann byrjar og svo bara aftan bara í leikt breyk út af henni. Hann bara opnaði munnin og hún bara og svo bara svona hristist allt og þetta endaði því að hún var eiginlega uppistandi mitt bara. Þess ég horfði að hann opna munnin svo horfði hann. Þetta var ógeðslega gaman. Það er líka góð sko uppistand, maður smitast að hlátri og það er alltaf miklu betra að vera á svæðinu. Þannig að getur ímyndað að þú var að horfa á hann á YouTube, ég held að þú myndir ekki vera. Já, það væri bara ekki Keflvíkingur að hlæja og slá hátt yfir. En nei, ég veit ekki hvort, ég held að hann sé hættu bara með er hann ekki bara eitthvað dómsmálaráðuneytast eitthvað, ég veit það ekki. En herru, svo þurfti ég að fara hans fyrir því ég hef búin að lofa félögum mínum að mæta á Varmland, ég veit nú. Já, þetta var busy. Já, brjálað að gera. Vá, hvað er mikið að gera? Nú kemur hérna einn starfsmæður. Já, Varmland, segirðu? Herru, Varmland, þeir voru Arna Guðjóns og Lífs og Hrafn Thoroddsen og Enzimi, þeir eru með kombo sem heitir Varmland og það var geðveikt. Þetta er bara svona elektroband sem þeir eru með svona dúo og bara algjör stemming, allavega, ég mæti þangað og það er bara góði tónleikar og góðum feeling. Svo er bara að fara beint á röngan, sko. Já, það er staður sem ég bara get ekki. Nei, ég veit ekki okkur maður endar þarna. Ég skilja ekki alveg heldur, sko. En ég mæti og svo er alltaf svolítið rólegt fyrst, svo allt í hennu verður allt tjúlla. Og þegar eftir að allt var tjúlla, þá er þarna menn á næsta borði og ég ætla að gefa þeim last. Þeir voru að tefla. Klukkan er, þú veist, 1. Það er að berja þessum. Nei, sko, ég setti þessi story. Ég get kannski gert það líka á Syndarsilla storyinu. Þannig sátu þeir að tefla. Þeir voru kannski svona, þú veist, það voru þeir að tefla. Þú kannski svona 4 í kring að horfa og allir að hugsa með svona puttan á hökunni, sko, kinkandi kolli. Á hvað aldri? Þannig skiptir mála, á hvað aldri? Þeir hafa verið yngri en 30, sko. En það meira ástæð til þess að berja. Þetta var í alvörunni svo ömurlegt múf og þú veist, pældi og þetta er eitthvað sem er sko talaðum á netinu sem performative males, hefur eftir með þetta? Nei. Það er svona gaurar sem að sko sitja kannski og eru, þú veist, með síkó, eða sitja úti, eru með síkó og kannski að lesa bók feminisma og eru kannski ekki að lesa hana, eru kannski bara meira að horfa kringu sig. Það er nauðgunarlegt yfir þessu. Nei, bara sko serial rapist líkt af þessu og þeir sitja og eru sko bara í rauninni að sína sig, þetta er svona peacocking hegðun og performative males. Svona basically er ekki mögulega veit þessi viðkomandi sem var þarna á röngin eða þessi menn þarna hvað er riddari A1 eða þú veist, þeir voru bara að gera eitthvað. Þeir voru kannski ekki að tefla en þeir voru að þykjast kannski og horfa í kringu sig og þykjast vera rosalega miklu spekulanta. Pældi í ömulegheitum. Ég var ekki hrifinn. Þetta er bókmyndafræðingar úr HÍ. Svo sátum við þarna áfram og það settist einhver vinkonu niður á borð og ég byrjaði mér er svo gaman að stelast í veip þegar í glasi, sko. Það? Nei, sko bara... Þú hefur líka fengið reyna hérna síkó. Já, en ég get ekki síkó, sko, en ég get veip. Gerði í Toronto með mér. Já, ég var svona einstemmings síkó. Já, ég fílaði það. Já, það var sem alltaf gaman. Ég er alltaf til í stuði, sko, stemminguna, sko, en nei, veipið er svo auðvelt og ég kannski einu sinni á 3 mánaða fresti. Þú veist, við erum að tala eitthvað lítið og þannig að þú varst að stela sér veip? Ég stelast í veipið og ég held ég að stólið í af þessari vinkun, hún alltaf drullaði eitthvað yfir mig og var brjáluð og var svona reið og það var smá svona sín og ég man ekki alveg hvað... Er hún í skilnaðarferli? Pottjætt, en svo sko hringdi hún í vinkunum mín á daginn eftir og var eitthvað að láta eins og hún hefði bara verið að djóka allan tíman eða eitthvað svona. Þú dramatist yfir einu vipi en alltaf leið. Já, ég staliði sko, ég tók að heimur þessu, ég ætla að geyma það. Þú ferði ekki bara, það eru kjörbúðir hérna á öðru hverju horni. Mikið skemmtilega að stela, sko. Nei, ég er að segja, hún kaupir nú bara nýja. Já, hún kaupir nýja. En þarna eru þannig, og þeir voru að veipa bara allan tíman þarna. Nei, þarna... Tefla. Já.
Ég ætla að láta í stóri, Já. ég myndum Gerðu það endilega. að fólk verður að sjá svo Já. ömurlegu hegðun og jafnvel bara name og shame þessum menn, sko. bara Ég takka þekki á bara, Takka og segja skam. Já. En svo endaði kvöldið, Já. bara klárum þetta kvöld, þannig Ég ætla samt að skjóta Já, inn í já. ef ég hefði verið að reka röngjan Já. ég hefði beðið að hætta bara hendi þeim út. ég verið bara svona framkoma þetta er ekki Hvert myndum að senda á? 12 tóna 100, já, fullkomið, vá. Bara með þetta tilbúið, sko. Alveg fullkomið staðar fyrir svona fyrir svona serial rapist. En þarna, svo röltum við heim og ég er að rölta Hverfisgötuna og ég labba fram hjá stað, það sem hét einu sinni Hverfisbarinn. sem heitir þetta eitthvað hags eða eitthvað. Nei. Já, getur Eitthvað passað, þannig, já. eitthvað, hóksir í hag. Og ég segi kærastuna, kíkjum inn, sjá, því á klúbbin nei, ég held að þessi stað væri lokaður til að byrja með, ég vissi ekki að Já. það væri opinn staður, þannig að, þú veist, og allt fyrir Syndasil, ég hugsaði bara, Einmitt. nú kíkja ég inn og Já. tjekka á stemmingunni, fer inn, það er pakkað. Já. Nei, þú veist, hvað er þessi staður? þetta eru krakkar Og þarna er bara klúpa feelingur og eitthvað, Mhm. og þarna eru rosalega margir bara geymdir Já. af einhverju liði sem að ég vissi bara ekki að það væri til, eða, þú veist, og ég vissi ekki þessi staði væri til, ég vissi að þetta fólk væri ekki til. Nei, þetta er náttúrulega útkverjun Þetta er sko, Miklu leyti. hérna erum við að tala um tvítugt útkvarfi. Já. Þau koma alveg í blazer, Já. þú veist, og með þetta er rakspýran. svona eins og ég þú veist tvítur í mjög stutt tímabil mjög stutt támjör skó Í, í támjum skóm já, þú veist, þetta er svolítið þannig og ég, þú veist, við löpum bara hring bara fyrir, þú veist, rannsóknarvinnuna. þetta er eitthvað vond vibe samt að það ekki Jú, svo, Já. þú veist, þetta var bara eitt hringur, vont vibe og beint heim. Þannig að þetta var heldur góð lög þetta. já, Byrjum snemma busy og ég fann upp á nýri reglu með svona dagdrykju. já, Alltaf að vera undir 5% fyrir klukkan 5. Þannig að undir 5 fyrir 5. aldrei snaps ég þarf, Það verður mann að fá. nú þarf ég að fara að stöða Þú tekur bara regluna, undir 5 fyrir 5. undir 5, Fyrir- 5% á 4,5 Undir 5 fyrir 5. undir 5 fyrir 5 Já. Og svo bara er það lífsreglan hérna í frá. Já. Þannig að þetta var og heldur, drekka hægt drekka Guinness bara hægt, einmitt. ekki splitta alltaf og eitthvað svona. já, þetta er bara dagdrykja hjá mér er jafn dúnd og bara önnur drykja þú veist, þetta er bara Já, hún endar ekkert eitthvað fyrir endilega. nei. Nei, ég sjálfur sér ekki hérna það líka. sem að gera sem mér ef ég er fyrir dagdrykju það gerist þannig að ég náttúrulega stemningsmaðurinn sem ég er Mhm. ég vil ekki hætta sumi myndi segja að vera einhver svona ismi með það en Sko, ég þetta vil er ekki hætta ADHD. Þetta er ADHD. já, og ég vil ekki hætta en þannig að þegar ég er kannski búin að vera í dagdrykju tökum þetta með ég byrja í hádeginu Já. svo var bara 12 tími setna Já. það var bara 10 tími setna Já. klukkan að vera 10 fólk er svona að koma sér í bæinn þá er ég komin í geðurof og finnst eins og að sé bara brjálaðslega mikið djam í gangi Já, klukkan er bara en eitthvað. skil ekki, okkur Nei. er ekki neitt neist Nei. og þá fyrir ég einhver svona fússi við því og eitthvað, er ekki stemning Já. einhver, eitthvað Einmitt, fyrir að fyrst og segja. Já. Þú hefur verið góður í COVID þá. Þú veist, þetta var, já, það, þegar ég var í eftirpartíinu svo klukkan 8 já. ándjús, Já. það lokaði við vorum á hvar vorum við vorum ekki á Bastard eða eitthvað Já. og svo lokaði bara klukkan 8 Mhm. þá kemur eitthvað, erum við að bíða inn Já. við erum ekki að taka ykkur að klukkan 8 kvöld Einmitt. Eftirparti. Ég fekk mitt COVID á Bastard ég í líka, eftirsetu. já, var ekki sama kvöld? sama kvöld, Einmitt, við fengum COVID ég held saman. að ég hef smitað Já, kannski, eða Stjáni Græi. Ég Stjáni veit ekki. Græi. Já. hann líka, já, hann fekk líka Já. Svo tók bara við 2 vikna bara Warzone. þegar ég ætlaði að bjóða þér í þessa partí en allavega, Já. góð saga en þarna ég Sælla minninga. sætla minninga en þarna ég ætlaði rétt að fara yfir eitt ég kom að taka smá hlýja Já. og koma rétt tilbaka og fara kannski örlítið yfir svona tilvonandi mögulega synda sinni nú þegar áriðið svona fer að líða aðeins svona undir Góð hugmynd. Svo hefur eftir smá lofalast líka. já, ég þarf að koma inn á þar Gekja. Herru, þá eru komin aftur. yes Það sir held ég. Hvað ætlum við að fara út í? já, við ætlum rétt kannski að snerta bara örlítið á þú veist, hefur þú eitthvað þegar nú er að svona líða að miðjum oktober Já. svo kemur nóvember, svo kemur desember og svo allt inni kemur syndasilur ásins Já, þetta er fljótt að gerast. Já. Við erum komin í 10. mánuð og það er svolítið stórt atrið hjá okkur. Já. Að velja syndasil ársins Já. og sko, þetta er ekki neikvæði titill, þetta móti, myndi ég segja. nei, þetta er jákvæða titill en Þú þarft að vera, sko, kriterjan er í rauninni, sko, þú þarft að vera skemmtileg típa en líka heiðarleg típa, ekki fullkomin típa. og dass af óheðilega líka Þetta er ykkur það kokteil er svona eitthvað blanda besta einhvern veginn
einhver Bjarni Ben búin að vera syndasilfur. Bjarni Ben var náttúrulega alveg syndasilfur Íslands, það var áratugurinn, Já. sko. Sakna hans. Já, hvað hann búin að vera? Bara heima. Já. Þannig að svo, hver var aftur líka? Var ekki Rafn einu sinni? Sonsson? Var það hann? Nei, hann samt alveg. Hann sko þetta hverju við viljum ekki vera syndasilfur hjá okkur síðast. En við þurfum að velja syndasilfur og ég veit ekki, ertu búin að spá í einhverjum líka? Nei, já, ég er eitthvað svona aðeins að við og með þetta, þú veist, ég er svo fljótur að þetta inn í pólitíkina, sko. Já, það er alltaf leið. Já, og þar, þú veist, ég var eitthvað að láta með þetta í eitthvað svona Sigmund og eitthvað, svo hætti ég bara við þetta allt. Hann er náttúrulega í rugglinu, elsku. Já. Hann þarf bara að fara að leggja sig. Nei, skemmtilegu maður. Nei, ég er að segja bara að sofa betur eitthvað, ég veit ekki. Já, pokar undir augum. En hann er klálega að syndasela materiál. Hann er materiál, sko. Já. En svo er einhvern svona nokkrir, þú veist, ég veit ekki, þú veist, Nei, sko, það sem er ekki syndaselur, ég ætla að koma með dæmi ekki syndaselur. Ok, það er flott. Snorri Másson. Já, það kom frétt í vikunni Baldvin Setu og hann, sem sagt, talaði að hann fílaði að þegar leikkonurnar var á túr. Jesús, ok. Hann talaði að hann vildi að leikkonurnar sína færa á túr og eitthvað svona. Og nei, hann var bara eitthvað að spjalla. Mér finnst þetta hann var að spjalla AI-leikonur og hann sagði að hann vildi fá mennska aspekti við leikonuna, hann vildi að það myndi bara, þú veist, allt sem því fylgir, hann vildi bara mannfólk, væntanlega, segi sér sjálf, en svo talaði hann þetta með túrin, hann bara, já, ég vil bara að það getur bara sjá túr Ég skil ekki alveg, hvað vildi hann bara ég heyrði ekki þetta, svo nefndi ekki að setja mig í það. Nei, einmitt, það sem hann meinti var að þú veist, bara svona, það mennska við skilur bara, þú veist, að stundum á maður off-dag, stundum maður smá slappur, stundum maður túr, þú veist, það tók eitthvað svona sem dæmi og það er bara partur af magicinu, vildi hann meina. Nema hvað, að þú veist, það hljómaður náttúrulega fárálega að vera eitthvað að tala eitthvað, já, ég bara leikonum túr eitthvað. Hann skilji þetta alveg, eða skilji, ég veit það ekki. En það er ekki það sem að gera hann ekki að syndasel, að hann hafi sagt þetta eitt og sér, það eru viðbröðin. Já, hans þá, Já. Hann var gagnrýndur fyrir summali. Já, ég frétta því, sko. Það voru einhver leikonur sem voru einhver ekki alveg. Og hvað segir hann? Hann fagnar gagnrýni á rasshausa ummæli sín, segir hann sjálfur. Hann fagnar þessu. Hann segir, wow, gagnrýni mig. Takk. Ég á það skilið. Það er rétt hjá ykkur. Já. Þetta finnst mér ekki góð nálgun á einhver svona. Hann sagði bara, ég er sammála þeirri umræðu sem hefur skapast í kringum þau rasshausa ummæli sem ég kom með. Og þetta var bara gamaldags og hallarslegt hjá mér og sem betur fer lifum við í samfélagi sem lætur ekki bjóða sér þetta. Nei, nákvæmlega. Hældi ég hvað mikið hetja. Þarna er náttúrulega bara þáttur, þú veist, þarna erum við talað sko viku þáttina Gísla Martins. Já. Þau innbröða á þessu. Nei, einmitt. Og mér finnst þessi viðbröðu, svo, þetta er eins og, ég myndi skýta upp á bak og vera bara eitthvað djöfullir í ánæði með það sé að vera að gagnrýna mig. Hvað er gott. Hvað gaman að vera í samfélagi. Þarna vantar aðeins meiri miðflokkslykt. Þarna vantar syndasel. Já. Hann hefði getað sagt bara, þið viti hvað ég meina. Þið viti hvað ég meinti. Já, eða líka vera bara, þú veist, bara, já, þú veist, ég er nú meiri hálfvitin eitthvað, höldum áfram. En það skilur hvað ég meina. Já. Þetta er allavega dæmi sem að, Jón Gunnar, hann er ekki syndaselur. Alls ekki. Hann fekk móðgað einhver Grindvíkinga. Já. Þetta er maður Gísla Martins. Sem að móðga ekki einu sinni, það voru einhvern veginn tveir sem að settu sig einhver í samband við hann. Það þarf ekki meira. Og þá var hann bara komið einhver í þessa status, bara mér finnst nú leiðilegt að hafa. Sko, fólk má ekki biðjast mikið afsökunar, en það verður samt að gera það þegar það á að gera það. Heldur betur. En ef þú ert bara, ef þú fær eitt e-mail frá einhverjum geðsjúklingi. Gísli Martin, ekki syndaselur. Guð minn góður, nei. Ég verð að segja, nei, ekki syndaselur. Og veistu það, ég og Rapp Svansson vorum á Vínstúkunni. Og ég ætla bara að neyma og seima því að hann var þar. Þarna situr Gísli Martin á samt einhverjum svona fríðum hópi af einhverjum svona konum sem er að vinna örugglega með honum í þættinum. Sem finnst hann æðislegur. Já, hann var umvafinn af einhverjum 5 konum. Þú veist, einhver svona, þú veist, samfylkingar viðreist. Já. Þú veist, mætti þarna saman. Það hefur verið þemað. Það var þeiminn og hann er þarna gaspra og svo fyrir eitthvað pissa og tala eitthvað berst eitthvað launamál.
og hann fyrir að tala hvað honum sleðilt að vera kall með að vera, veist, ég hlusta, ég Nei, var bara var hann bara, sorry, ég með herri launin veist það, mér fannst þetta bara, sko, já ég með herri launin þig Já. og mér finnst það ömurlegt en sko, fólk segir þetta og en það voru þarna alveg bara, sko, kingandi kolli yfir öllu sem hann sagði og verið sammúla og já, ég veit ekki, ég fíla ekki gæjan ég segja, sko, ef að þú ætlar að segja þetta en samt horfið hann á þá já, en ég gera það töluvert drukkin heima já, og ert náttúrulega að gera einhverjum pyrring já, ég gera þetta þannig, þarna kemur hérna er Símon að taka móti vörum og hérna er eitt legend sem hefur verið að koma með vörur þessi veit nákvæmlega er þetta bransa legend já, góðan daginn hérna kemur hann með þetta já, þarna sko, menn sem segja svona eitthvað, já, mér finnst bara... Ég teki svo mikið á morgun vörum, ég fæ bara flashback. Já, þú ert bara að horfa hérna. Þetta finnst mér gaman. Horfa líka kútan að koma hérna inn og svona, vá. Það verið að preppa. Það bara verið, já. Þið getur vitað það að veður eru tilbúin. Veður eru að vera klár. En já, ég ætla að segja, sko, að ef þú ert að segja eitthvað svona, það finnst bara stáralegt að ég sé mér hærri laun, þú getur ekki bara sagt á liðið vel með sjálfa þig. Millifærðu bara á það. Skilur, ef þið eru svona rosalega stelpinn sem allir bara lati 100 skalla þig 100 skalla þig það eru því svona 3000 mann á endanum sko. nei, þú veist bara svona þetta er svo mikið þetta er svo mikið fluff já, ég á erfitt með þetta og það er einhver sorry með Karla, feðraveldi það er svona gæjar, Gísli Marteinn, Baldvin Seta og fleiri sem eru í þessum partí að tala svona með því að vera alltaf að tala afsækjum með Karlaveldi og þetta feðraveldi eða hvað sem er köllum þetta veldi okkar afaveldi, ég veit það ekki veldið mitt já, veldið okkar og þarna nei, en þú veist, á því sögðu þú veist, þetta vera alltaf einhvern veginn að afsaka sig og það er einhver lykt af þessum ég vil ekki já, ég er bara 100% með þér sko og hann er alltaf í vinstúkunni hann er GM já, náttúrulega GM og Óli Óla eru þeir alveg bestu já, eðlilega sjátt þetta Óli Ólason er hann Syndarsela contender? Nei, Óli Óla eins mikið og þykja væntum hann er Syndarselu sem skamma sín já, hann þarf að opinbera aðeins meira sko en ég er samt alveg það er alveg nokkri sem ég er að spá í sem að koma til greina þarna mér finnst einhvern veginn Víkingur Kristjánsson eiga skilið hann er búin að eiga ár og hann skamma sín ekki nei, algjörlega og er yndislegur hann er raun og veist, og hann er ekki óheðalur það er það og hann er frábær já, hann er contender þetta er svona þetta verður svona örgulega blanda af svona vinum okkar og kannski einhverjum pólitíkusum já, en við kannski gerum þetta í einhverjum flokkum líka kannski, já þú veist, Syndarsölur af vinum okkar þú veist þetta, svo Syndarsölur í pólitík Syndarsölur í sundi afræksmaður sundi í öllum greinum í boccia það verður langur þáttur já, nei við þarna og fólk má senda inn líka já, endilega komið til þau líka af einhverju Syndarsölum og þarna fólk sendir alls konar inn þú svaraðir einum daginn sem að spurði hvað væri gott að gera á stefnumótakvöldi hann sagði fyrsta date þessi ágæti maður við þurfum eiginlega að fá að hýra í honum hvernig gekk já, hvort þetta hafi verið uppskrift af velgengni en þú nefndir eitthvað ég mældi með fyrir hann að fara ég mældi með tvennskonar ég mældi með Lólu, af því ég fór daginn þegar Raff Sonsson og Joe vinnur hans, sjómaður frá Akureyri þeir voru að borða þarna á Lólu og er ekki Lóla? Jú ég veit ekki, það sem Anna Jóna var sem heitir núna Lóla og þannig og þetta er sem nýra á Tryggvagötu og þessi staður er geggjaður það er allt þarna, lýsingin það er einhver svona Japanese vibe þarna í staðnum, allt ógæslega stílhreint bara hringborð svo skilst meira að sé bíó já, svo getur þú verið að pissa það var einhver svona mynd í gangi en ég mældi með því ég var nýkomið þarna, ég reynda fekk mér bara drikk og eitthvað það mældi ég með því ég hugsa ég myndi vilja fara að deyta á já það er eitthvað vinalegt við það að sitja 2 á hringborði já þú veist, þá ertu alltaf sko, þú ert aldrei á móti þú getur verið nær þú skátt aldrei eins og við erum núna já, henni er svona hringborðið mitt og þannig að nærmanniskinni þannig að það myndist mér í nánd hægt að snerta hægt að káa og þannig að en svo þannig ég mældi með því en þetta er kannski aldrei að hára prís þannig ég mældi með og það er stemmar að fara á date það er að fara á greið já
Já, þú veist, það tapast, það eitthvað smá stemning, þú veist og, já, mér finnst það góð meðmæli. og þú veist, einhvern veginn líka það tekur the edge of að vera að deila saman líka rétt. Já, Þú veist þess. og það líka býr til umræðu, Já. svona, hvað erum við með hér? Og svo borða þú hratt að hlusta. Já, á fræla eftir á, Já, hei. En svo mældi ég með, en ég mældi mig í byrjun líka, kannski, ég mann hvert ég að mælt með, en ég að fara á jungle í fórn. Já. Þú veist, það er bara stemmari saman. Mhm. En enda kvöldi á bingo. Já. Nei, ég mældi mig Daisy. Ég fór í Daisy þar sem En enda kvöldi á þarna bingo. Ég fíla Daisy. Ég fíla líka bingo. Bingo. Ég fíla bara þá. Mér finnst þeir, Já. eftir að þið byrjuðu að gera, það eru svona strákandir sem eru með Jungle, Daisy, Bingo, ég veit ekki alveg hvernig það tengist, það er oft svona, eftir að þið byrjuðu með Daisy og Bingo, þá var ég aðdáðandi. Já. Þá var ég komin á lestina. Mér finnst þetta geggjastöf sem ég er að gera. En já, þetta hljóma vel. Ég myndi hendin í fyrsta date, litli barinn er góður þar. Ég held það. Á Ránagötu. Á Ránagötu, litli barinn, fordrykkur þar. Já, er þetta ekki smá svona, hvað heitir, kirsuberið eða eitthvað? Nei, ég myndi segja að þetta væri ekki eins svona lame. Nei. Ég veit ekki, ekki eins kettling. Æ, ég veit Já, ekki hvernig. þetta er kettling. Já. Litli barinn er ekki alveg eins þar. En Ég þarf að kíkja. Já, þannig að ég held að það sé gott, en ég meina, við þurfum að spyrja félag. Svo ætla ég að segja, ef þið langar að þetta er eitt sleik Já, í prívat, já. það er að mögulega að kíkja viður og læða þess að neðri það. Já, og hitta skilnaðarliðið, sko. Hitta skilnaðarfólkið, þetta er sleik við skilnaðamann, konu. Og bara beint heim. Þú veist, það er, þú veist, Mér finnst að við ættum að ræða við Símon að þetta verður meira svona sleikstemning niður. Já, bara aldrei hafa músík, smá porno, allt í lagi og svo eitt sleikur. En diskokúla og... Já, diskokúla. Og sleikstaðurinn. Já. Ég held að það sé gott. Svo kýtti ég bara, svo endaði bara viður í sleik niður. Já, og allir bara, já, tókst það. Já, þú gerir það. Klassískt leigutaskvöldu Svenna. Já, einmitt. Og ég held að þetta er þá einn að fáu sleikstöðum í dag að því að, þú veist, það er enginn í sleik lengur. Það er enginn á sleik á röngan. Nei. Þú veist, þú vil bara tepla á röngan. Pældi því, fólk fór í sleik á húrra, manstu? Fólk fór í sleik á húrra. Ég fór í sleik á húrra. Ég fór í sleik á húrra. Nokkru sinni. Já. Ég meina, þú veist, en þú sér það að því að það mætti segja að röngan hafi svolítið tekið við að húrra. En svo mögulega líka, því eldri sem við verðum, því meira finnst mér ekki smart að vera, þú veist, ég er ekki ánægð með sjálf á mig ef ég var einhverju deiti, tökir það mig hérna veður og ég væri bara sætið hérna borðið 33 undir gróni í skiltinu og svo var ég bara alltaf komið einhver hörku sleik. Nei, þá erum við líka uppi. Ég er bara að vera fertugur. Þetta er gott sleikur. Símon var að segja ykkur að þetta er kallað Negroni sleikhornið. Já. En sko hérna ertu eins og þú sést á sviði. Já, hérna ertu basically bara. Þetta er eitthvað svona fólk sem fílar að láta fólk horfa á sig í sleik. En ég verð samt að segja að það er eitthvað við það að vera fullari maður og vera í sleik opinberlega. Það er bara ekki, ég fór á kaldum daginn. Já. Það er sleikstæður fyrir svona 55 plus. Er fólk í sleik þar? Er fólk í sleik þar? Það er fólk í sleik í öllum hotnum á sko föstudags- og laugardagskvöldum. Þá dettur hann inn og þú sér fólk sem er sko þrískilið, afar og ömmur, komin í sleik. Wow. Og svona daldið svona bara ofan á hvort annað. Mikið tunga svona. Tunga ringsólandi þarna og einhver gæi með sixpensara og konur með sko blásið hárið. Þú veist, komur í sleik, pilsið sko mér finnst það ekki, nei, mér finnst það ódani, þetta er að subbulegasta sem ég sé. En hvað á þetta fólk að gera? Bara heim til sín í sleik. Hvað, bara heyrðu, ef þú komið heim í sleik? Ég gerir ráð fyrir því að fólk á 60 aldri eigi allavega heimili 1 eða 2 til þess að geta boðið upp á og farið í sleik heima á sér. Þú ert ekki að láta ungan mann eins og mig upplifa það. Þannig að það er smá last á sleik. Nema niðri. Nema þú sért niður á veður í sleik þar. Það er lögulegur. En það er líka, þá er þetta bara í kjallar. Mér finnst einhvern veginn, það er allt annað að vera í kjallar í sleik. Heldur en að vera einhvers þar ofan á píónu og ofan á kalda. Nei. Já, ég held að kaldi sé ekki. Já, ég ætla að taka tilbaka. Ég sammálaði með að það eru subbusleikir á kalda. Já, því miður. Hann er lítill. Já, þetta er líka einhvern veginn bara því ég vil ekki sjá fólk yfir 35 ára, þá hættið þú að fyrir sleik opinberlega. Ég á 1 ára eftir.
þú ert 1 ár. Ég ætla að nýta það Já. rosa vel. Já. Ég ætla alveg, sko, Einmitt. tungan á bara Já. yfirvinnu, sko. Já. Já, mér líst vel á það. Ég er með lof. Byrjum á lofi. Þannig það voru sem sagt, ég fór þarna í sánu daginn og ég fór og það voru Svíar þarna Okay. og það þarf að fylla eitthvað á vatnið og ég eitthvað svona fer með það og þau veit ekki hvað það er, þannig ég eitthvað svona, já, er það túristar eitthvað Hvar var þessi sánu? Sundhöllinni, Já, þú fórst bara í, já. ég fer alltaf þangað og svo Ég þarna, líka. það er geggjur svona svo þarna er það eitthvað, já, eða svona, við erum að taka einhvern kúrs á Íslandi eitthvað og ég eitthvað, já, ok, cool eitthvað, já, fyndi, ég vissi ekki, ég var eitthvað að segja eitthvað, já, ég skildi meiri sænskunni ég hélt eitthvað, heyrðu svo bara fór ég aftur að tala við minn og þau fór aftur að tala við hvort annað Okay. þarna vissu þau Já. að þetta small talk væri búið Já, þetta eru Svíar Já. þetta eru Svíar þetta eru Skandinavar við vitum að sko, ef þetta hefði verið Amerikani þá hefðu við ekki sloppið Nei. lifandi Og- jafnvel nei. Breti, þeir geta verið Já, svolítið Bretar mikið. geta líka verið dálítið, en Amerikanur er svona deluxe, sko. Já, og þannig að ég kunni rosalega meta Svíana að við opnaðum smá spjall, smá svona kurteisis, Já. vinalegt og Já. svo beint aftur bara Já. í að spjalla við vininn, skilur við. Já, við gerum þetta líka í Íslandi, sko. Já, Við auðvitað. kunum þetta alveg Já. manna, við kunum þetta manna best. Já. Finnarnir líka. Já, En, þannig ja, að þetta er lofa svona Norðurlandin. á Norðurlanda menninguna í sánu. Já, og smóltöki. Já, Bara yfir sko, höfuð, já, í hvernig þau sánunni, já. kunna á sánureglu og yfir Já. höfuð, sko. Og ég ætla að henda, maður sjá, ert þú með eitthvað? Já, ég er með last. Hvað Ég er er með með last á þarna, ég var út í Chicago í síðustu viku. Já. Og ég var, ég er nefnilega sko þú, Danni, ólst upp í mér eitt gott. Og Já. það er að vera duglegur að kíkja á svona dænera. Já, Ég já. heldur sem nú alveg búin að fara í gegnum mig hérna en það er nefnilega, og ég fatt það nefnilega, það er nefnilega eitt sem að samina sérstaklega Bandaríkina, þegar Bandaríkin þetta er náttúrulega bara, þú veist, öll þessi fylki og þetta er bara svona mismundu lönd eila bara, hvert Mhm. þessi fylki oft Einmitt. en það er eitt sem samina Bandaríkin og það er dænerkultúr 100%. í öllum fylkjum í Bandaríkinum getur við fundið dæner með svipari stemningu kannski, Það er jafnvel eini samnefnarinn, að menningarlega. einhver leiti, ég held Já. það sko Já, og þannig að ég er farin að hafa alltaf áhuga á því að skoða svona dænera Mhm. og ég finn einhvern einn dæner þarna í Chicago sem var alveg langt að lappa og ég er svona, þú veist, einhvern annars þetta á tíma þannig ég finn annað dæner sem er bara réttu hótelið og ég var líka orðið svangur og það er stemning að fara á dæner þegar leiðu ákvörðu ætlar að fara á dæner þá langar í egg bacon, þið Já. langar í Stóra- síróp, stóra svona þið langar í kaffibolla. vöflurnar þið langar Já. í stóra kaffibóllan og þetta Aha. þannig að ég er orðið spenntur að fara á dæner en ég las mikið alveg nóg vel til Ah. það var rúkið mistake af því að Það er best að maður- lesa á Reddit. Já, ég ætla að segja það, maður á að fara eins og þú kendi mér, maður á að fara Reddit, þar farið bara svona heiðilegasta, bara yfir allt Sko, bara þeir í útlöndum skrifið bara eins og þarna Best Diner Chicago Reddit. já. Þá færðu bara, Þetta gerði ég ekki, þarna fór ég bara maps og Já. bara, ég var búin að skoða hendanir á Reddit, sko. já. En þarna er ég bara fuck it, diner nýri bæpi og ég fer þarna sem betur fyrir með kollega mínum Mhm. og henni Tinnu og við fyrum þarna saman og svo bara löpum við inn og ég hugsaði sko, ok, þetta er svona aðeins of tjaldfriend. Já. En ég er komin, ég er svangur, ég Alla. fekk að skoða matseðilinn, það var allt sem, það var svona avocado toast Já. með eggjum, baconi og eitthvað Ok. sem var mjög gott. Ok. En ég mæti og þannig er ameríkanski þjóðnin að svona aðeins yfirselja stæðin. Mhm. Bara welcome to this amazing place og ég eitthvað What? og ég hugsa, ok, ég er alltaf svona, ég get ekki bakka, Nei. ég verð bara að borða Já. og þannig að ég þarna ég og Tinn er bara fuck it, við bara setjumst niður og við finnum okkur og hann segir við okkur einhver svona, já, just so you know that the waiters are a bit sassy og ég bara eitthvað anskotin og við Varstu búin að tillum okkur panta niður þarna? nei, þannig er ég bara Þarna hefðir átt að þannig er ég bara fara. búin að tilla mér í bás en ég er ógeðslega svongur Þarna hefur þetta, þú veist, ég átti já. bara eiginlega ekki bara ég nefndi ekki Nei. að fara því ég hugsa, þegar ég er svona svongur af því að McDonald's þarna á hotinu hlýðinu Já. það er bara enda þar og það hefði ekkert verið mikið skóra heldur Nei, svo sem ekki. og þarna ég En að tilkynna svona en að tilkynna þetta er náttúrulega red flag sassy, bara um leið við erum svolítið Já. crazy hérna. Og- þarna mætir, en máli er það sem að gera sér að ég er náttúrulega svona, ég er gerandi
í öllum helstu tilvíkum. Það tala þegar kemur það einu. Já, þú meinar, já. Nei, að þú skilur, ég á bara mjög erfitt með svona stemningu og þarna kemur þjóð, mjög myndalegu þjóð. Ok, sassy. Mjög sassy og bara, what do you guys want? What do you cunts want? Eitthvað svona, reyna að vera sass. Og ég eitthvað, Queen, eitthvað. Really just want the avocado toast. Já, líf. Og hann eitthvað, okay, what did you say? Ég bara, I really just want the avocado toast. Svo gef ég henni bara svona augnar á það. Já. Sem hann fattaði bara, shit, ég þolandi, hann gerandi. En þetta samt löglegt einu. Hér verður ekkert meira. Þetta löglegt einu. Og ég sé bara þennan þetta svona manneski, þetta svona 25 ára gömul típa sem örugglega í einhvers konar kvöldskóla í leiklist. Já. Vinnur þarna daginn og einhvern veginn dreymur það að vera leikari en mun væntanlega bara enda sem gógódansari. Já, eða vaxstjóri. Sko, en allavega, þarna var bara ekkert meira. En svo reynir hann róaði sig. Já, hann bara fór bara tilbaka því ég gaf hann bara svona, þú veist, augnar á smá tileður, þú veist, þetta fór ekki hann var bara eitthvað, þetta ekki að fara að gera sérna. Stimplaðis út. Svo kemur ekki tilbaka og eitthvað how's everything here? Ég bara yeah, bitches. Já, alveg þarna, sko. Og ég bara eitthvað is this nice? Do you need anything else? Ég bara, no. Okay. Og ég bara, okay. Og gaf hann ekki meira, þannig að ég fann alveg hvað ég var farin að fara í töðnar. Já. Þú veist, á honum, sko. Þú veist, hann átti ég stuða í viðkomandi. Já, gott ég alveg. Þú veist, gerandi maður byrjar að stuða. Já. Og ég þarna, svo fælti við áfram bara að borða, nema hvað gerir svo? Svo bara, bing, kemur eitthvað gæi í mæk og er bara eitthvað, okay, guys. Fuck. Byrja þau að taka eitthvað rosa partílag og byrja að dansa og mæma upp á öllum borðum. Það er bara allur leiklisadeild fjölbrautaskólans í Garðabæ. Þú veist, mætt. Oh my og fucking þú veist, hver einasta, veistu það, veistu hvað ég gerði? Ég stóð upp, sagði, need a check. Í miður lagi? Já. Ég sagði, need a check og starraði þarna. Já. Á þennan rifst eitt niður bara af borðinu á minn þólanda rifst hann bara ég starraði þólandan minn hann og sagði need a check og hann að syngja og ég sá alveg í stuð hann battur rytma hann sko og vesta var líka þetta voru bara 4 básar oh my god þú veist þannig að ég Tinna Aðabjörns legend og svo einhver svona bandarísk fjölskylda sem var fannst þetta geggja alveg svolítið svo einhverju krakkar sem fannst þetta líka geggja og svo þau þarna að dansa þannig að þau voru fleiri að dansa fyrir okkur, heldur en gestir það geðveikt sko. En ég tek hann alveg úr sambandi og hann er þetta einhver reynar veit alveg þarna að gerandinn sinn vill fara að borga og ég er svona að gefa hann sem séns og hann er eitthvað horfir á mig og ég gefa hann bara, ok, ekkert mál ég gefði lagið en passaði mig að horfa ekki á þau, ég horfði bara út í gluggan og sem hann alltaf fóru ógeðsli í þau líka ég er ekki að taka þátt í þessu ég tek aldrei þátt í svona atriði heyrði, svo kemur þólandi minn niður og hann er eitthvað, do you want a jack? Ég bara, yes, thank you svo kemur hann með reikningin, ég borga svo náttúrulega að þegar maður alltaf gefur þér og fyrir þannig að leti hann vita, ég segi, do you see this? 2 strikes do you know what this means? No tip, yes no tip sagður þetta við hann? Þetta sagði ég við wow, hvað þetta sagði ég við þólandan minn Fákárt þórin, maður. Þórin, ég var komið svo mikið nóg. Ég var bara, ég fekk algjört nóg af þessum stað. Sástu stóri? Já, einmitt. Þetta var hræðilegt. Shit, við látum þetta líka á sinni. Þessi hérna þólandi, þú veist, en veistu hvað ég segi? En máleir, svo er gerandinn í mér svo mikil, stríðnisbúkin í mér. Já, ég köllum það frekar stríðnisbúkin. Já, svona smá gerandi, alltaf. Ok, stríðnisbúkin í mér er það mikil gerandi. Já. Ég hugsa ég fari aftur því að fyrir til Chicago og ég þetta verður svona þegar ég mæti alltaf og þá fáðu öll bara svona shit og þessi sami gæja vinna hann er örgulega hætt samt eftir þessa vakt sko, sem þú varst að nei, svona, þú veist, nei, hann hefur örgulega jafnast á þessu en ég er með teika á þessu sko, því þú segir sko, einheltis dæmi þau byrjuðu einheltið að vera bara eitthvað hérna eru við sassy, eitthvað svona þema á þjónunum sem er þetta kalla sig að kenna þólendunum nei, öfugt og þú veist, og þau eru ekki búin að ákveða hvað ég meina, þetta er náttúrulega hæðilegt
og þannig að lastin mitt bara gimmick, svona rosalega gimmick staðir. Ég tek undir þetta last, það sem að það er búið að segja við þjónuna, þegar ég hafa eitthvað svona núna, þið eigið að vera svolítið svona hérna, bara, þetta er ekki þú ert bara að gefa þjónustu, þú ert ekki með í einhverju sviði í borgarleikusinu, sko og þannig að risa last á það og bara, ég er svo stoltur að það hafa gefið 0% þjónustu. Já, og starriði með mín tílega Hvað sagði hann eitthvað? Nei, ég er bara labbaði. Þú labbaði burt. Bara í fússi. Já, bara einmitt. Og með eina sessi, sko, Tinnu Aðabjörns og það er ekki grín. Hún hefði getað unnið þarna bara. Já, nei, hún er bara, þetta er bara, við erum að pía. Tinnu Aðabjörns, ég trú í dag. Já. Öllum til lukku. Þú veist, þetta er kona sem labbaði bæinn og ef þú sagðir eitthvað vitlaust, þá skalla hún þig. Og svo hélt hún bara áfram með sinn dag. Hún hefði sennilega, ef hún hefði verið í glasa þarna, hefði hún skallað alla línuna. Hún hefði tekið þetta lið. Shit, hvað er hún að hendið bara einhverju vasklasi framan í þig, sko. Já, þetta er brútal og ég en veistu hvað vestir? Vil ekki sjá þetta. Smá útrús. Já, auðvitað, það var ég var bara svona, yes! Já, ég meina, ég veit ekki hversu oft ég fengi ömulega þjónustu og verið bara eitthvað 20%, já, nei, ég er hættur, öll svona meðvirkni í Bandaríkjunum er að þegar ég gef alveg þjórfí, sko, talandi annan stað, við fórum, og það var smá gimmickstæður, en hefna þess vel. Við fórum, kvöldin áður, þá fórum út að borða á geggjuðum ítalsku veitingastað, sem þú veist, náttúrulega, Chicago er náttúrulega bara mafia town, þú veist, stemming og gamall mafíubær mikil og þetta er staður sem er greinilega búa til sem svona gamla mafíu ítalski með geggjuðum mat og allt svona intórið, bara þetta þú veist, eina sem ég vantaði var bara vindil. Hvað heitir þessi? Ég svona manni aldrei neitt, ég er ekki eins og þú, ég er svo lélur, svona manni ekkert hvað þessi staður. En þú mælið með honum? Mælið með honum, Chicago. Sendið inn yfir á leiðinu. Hann heitir Ciitalia eitthvað. Ciitalia. Já, ég fíla. Sko, ég fíla. Ég hef aldrei farið til Chicago. Það er á listanum, sko. Já, ég tek þig kannski einhvern veginn með 2 nóttu þar. Við þurfum að taka það. Ef ég fæ 2 nótta, handshake, tek þig með. Þú myndir nefnilega fíla þessu borg geðið. Já, ég held það. Smá mafíu vibes. Já, og þetta er líka flott borg. Við förum ekki á þennan dansistað, samt. Eða kannski bara eitthvað. Já, ég hugsa ekki hérna í glasi. En þetta, já. 100%. En þetta er samt reynslan. Þá kannski kemur eitthvað hommin upp í mér og minnst það bara aðlega gaman. Já, eins og georgíska staðnum í Toronto. Já! Þú verður bara húrrandi. Ég er bara búin að segja öllum vinum mínum sem er að fara þarna. Já, hann heitir bara Georgian House. Hann heitir bara Georgia Restaurant House. Georgian House bara. Já, Georgian House í Toronto. Þarna voru bara ungir samkynhneigðir. Já. Og þú knúsaðir alla leiðinu. Þú líka. Já, við vorum átti vinir, bara, það var ógeðslega góð stemming. Úðum í okkur brennivinni frá Georgíu. Okkur lokal. Já. Svo var náttúrulega bara eitthvað landi. Ég var hann skotin í einum. Já, hann er ennþá. Hann er ennþá á ættinni. Þú búin að tjekka á honum það? Nei. Þú tókst allt staffið eða ekki einu sinna? Eða var það? Nei, ég ætlaði að ætlaði að gera. Þú átt að inni. Já, ég áði hann að blinni. En það var, þetta er staðar sem mér langar að vera ef ég fætt. Já, þú vilt náttúrulega fá þér hérna þetta gríska grappa þarna, georgíska. Já, ég vil líka bara, þú veist, ég vil ekki geta bara dottið alveg í því, ég vil geta mætt henni í hátinn. Já, og farið heim. Oft alltaf dæmi með það. Já, og hent línu á, þú veist, eitthvað eftir vakt. Já, við erum eitthvað svona, þú veist, við vorum næstu í komlega það. Já, ef við hefum verið svona kortur viðbútt, þá hefðu bara heist eftir á einhver staðar, sko. Gæðastund. Það var geggjað, sko. Við þurfum eiginlega að reposta þeim myndböndum. Já. Ógeðslega gaman. Bara svona, þú veist, fyrir það sem ekki vita, þetta er þessi staður sem við römbuðum inn á, ég og Danni. Römbuðum? Sko, römbuðum í orðsinsfylgstu. Við vorum út í Toronto og þetta er staður, og þarna við tók okkur og ég ætlaði sko að labba út. Já. Ég hugsaði, nei, þarna fyrir ekki. Þarna var band. Það var ömurlega innrétting þarna. Þetta var eins sjoppult að væri. Svartur staður bara. Já, svo var það fyllt af borðum bara þarna. Greinilegur austur-evróskir glæpamenn. Já. Mikið af svona austur-evróskum svona gullkeðum. Bara þannig sem voru út að borða með fjölskyldunni. Með fjölskyldunni sinni. Já. Og svo bara hommar að vinna þarna, svona frútti hommar. Hella kombo. Já. Einhverju gamlir georgíu mafíusar og hommar að vinna. Hommar. Þetta var og svo hljómsveit. Og svo kom hljómsveitin. Það var eitthvað fólk að skemmta það. Já, og einn á gítar líka. Einn á gítar og svo bara verið að taka georgísk lög í bland við bara, þú veist, Madonnu og bara, þú veist. Og þetta var svo víruð stemning. Já, svo matinu var bara allt í lagi. Já, það var eitthvað svo tandóri. Það var eitthvað, já, við vorum bara úða í okkur þessu brennivíni, georgíska, sem er eitthvað 80%. Alveg garanterað, sko, og rúluðum út. Já. En við mælum, Georgia House. Við vorum það fullir, við rúluðum út og gáum bara fólkinu, sko, ekki handshake,
heldur faðumleg. Já, og bara gott þjórfé eða, Já, ég heldur Örugglega. Já. en sko, Þarna gef ég í þjórfíu. en þannig er bara reynslan þú er búin að vera svo mikið í Bandaríkjunum að þess vegna meikaru aðeins að þú veist, gefa minna eða jafnvel ekkert þegar það er þú veist, Já, þegar ávið. ég, Þetta er samt í fyrst skipti sem ég gef ekki neitt á veitingastað. en þú veist, að því að ég fer það sjaldan Já. að ég er alltaf í keng Já. og þannig ef ég fæ ömulega þjónustu að hrekt framan í mig Já. og bara þú veist, brunda í matinn, þá er ég samt Svo að gefa sumi 20. staðir í Bandaríkjunum sem eru farin að spotta greinlega þá væntanlega Icelandair starfsmenn. Já. Það er kannski staðir sem við förum ofta á bara svona allra áhofnir. Já. Þeir vilja ekki sjá Indokort, smiley face card. Ég hef heyrt það, Veistu af hverju? af hverju heyrði ég það? Já, nei, Það er að því að ég get átt Indokort, Já. gefið $500 í þjórfíu Já. og allir allsæðlir já, og ég er bara úslega flott að sig gæðina heiminum og fæ kannski 1 eða 2 snafsa, já, georgíska, einmitt. en það fyrir ekki í gegn, Einmitt. sem er alveg ríkjalt fyrir þau. Já, En þú veist, það er vonlust sko. Já. Það er samt gott, já, þau gott fyrir, taka ekki á móti. gott fyrir síkopatana. Síkopatinn getur verið bara $2,000, Já. thank you. Thank you very Bara- nice. Já. Og náttúrulega bara keift fullt. Já, þetta fyrir Eða- gegn alltaf, sko, Fyrsta færslan fer. fæsluna fyrir gegn, en þjórfíu fæslan fyrir. Ah, Hún er alltaf tekin eftir. Þú Einmitt. veist, ég er búin að borga, þá er ég Já. að gefa þjórfíu, svo fer það inn í Já, ok. Þetta er gott Þannig ég hef alveg komið heim og verið bara, já, ég held að þetta meiri pening svo hvernig, já, shit, ég náttúrulega var að reyna okkur homma Já, í Toronto og gaf okkur svona mikið þjórfíu. já. En ekki á Okkur Indokorti. georgiskan homma. Ekki á Nei, Indokorti. allt saman á Landsbanka. Kannski getur þið tekið Indokort þá bara þegar þú ert að höstla. Ég er eitthvað svo Ég veit það. Eitthvað, Manneskjan bara, ó já, nóg fyrir Já, leigunni já. núna, vei. og fæ kynlíf, Já, yay. svo bara fegstu kynlíf og mjögulega lélegt Og þú ert bara í flugvélinu leiðinu heim. Ég er bara eitthvað á leiðinu heim Já, með Indokortið þitt. með Indokortið og bara, Og bara allsæl. já, það er ekki lægi. Nei, það er ekki leið. Við ætlum að mæla gegn þessu. Já, þetta er stoppum við sko með það. ekki nóg gott. Herriði, við erum búin að fara í gegnum þetta. Segjum þetta gott í dag. Við kannski förum svona, reynum að finna með syndasilli og kannski fáum svona álit frá öðrum líka. Já, sendið inn Þarna, syndasil ársins. já, og endilega. það er fullt sem ég náðu ekki að fara út í. Við þurfum að leiðrétta við bara tís fyrir næsta þátt. Ég þarf virkilega að fara yfir Litla Dubliness. Já. Og ég Það kemur er upp á staðurinn minn. í ljós hvernig, já. Það er bara í Hákaferri mikið. Ég þarf að tala, það Hákaferri í 1 dálítið. Já, það verður sér umræðum Já. þetta. Ég þarf að tala aðeins betur Data Disco því að við vorum greinilega, Okkar maður. en við vorum greinilega ekki að tala sama Data Disco. Nei, Já, sjokkir, ok. það er cliffhanger fyrir næsta þátt. Ok, vá, hvað ég er ánæður. En við heyrst bara, Vorum að tala um annan þetta. sko þú varst, það er greinilega alveg annar sem býr í Vestmanni, Já, sem heitir einmitt. Dati, Já, sem að er alltaf með einhvern, já, sorry, Boombox. Dati Disco, fyrir ekki, já. en ég skal sína þetta Já, eftir. ok, þá er ég að tala um annan Data. Þetta er kannski ekki cliffhanger, en Já, allavega, það var þetta er komið. samt alltaf, það var alltaf búin að leiðrétta Við þetta. þurfum að krifja þetta. Þarna, ég er að fæta til New York á morgun Já. með fullt af konum. Mhm. Það er bara ég og konurnar Ok, saman New York. það er Við ekki. erum að fara út að borða Það er örgulega bara svona ákveð, svona öðruvísi fílingur yfir þannig ferðum eða eitthvað. Nei, þarna er ég í kjörastæð. Já, ég er að segja Já. gott, sko, Já. kannski. En ég En svo ætla er að fara þarna upp á staðið minn sem ég er alltaf að reyna með ykkur íra þarna. Já, hvernig grípa þeir eitthvað? Já, ég og írarnir eigum þetta Já. gott mót saman. Þeir eru geggjaðir, sko. Þannig að ég Ég er að fara, upplifið mig sem íra já, ég líka. og austur-evróskan mann. Ég er íri. Ég er bara sem georgískan mann og íra. Ég er svona larpa sem íri. Já, þú gæti verið íri. Ég Ég gæti. held að þú og Cillian Murphy eru líkir. Ég hef alltaf sagt það. Já, takk fyrir það. Já. Hann er myndalegur. Þannig að ég tek því. Ég er líka með freknur út um allt. En sko, ég er að fara til Eyjum helgina. Já, Þannig að ég kem með, til Data Disco og til Data Disco. það er rauðvín og nautalund. Þannig að Já. ég kem með eitthvað heim og Já, hvort það verið lundin maður. ekki Já, verið já. ljós. Og þarna, svo förum við bara vel yfir þetta. Yes. Aftur í næstu viku. Hér á veður, Hér á veður. okkar allra besta bar. Hérna eru framkvæmdir. Hérna eru svona Já. míniframkvæmdir í gangi. Og sko, Eyvind, Á þess að vera að gera ómikið úr því. hér er verið að geta að fá einhverja verktaka í málinn. Nei. Hérna er búin að vera að Hér gera eru þetta sjálf. verktarnir. Bara. Þau eru að gera þetta Já. sjálf. Ekki geti ég þetta. Ég myndi vera fyrstur til að hringja já, í ég eitthvað. líka. Og svo ætti ekki fyrir þeim reikning og bara var auðsinn. Já, ég. Við veitum alveg hvernig þetta endar. Við heyrjum næstu viku. Við heyrum svo næstu viku hér á veður. Guð blessi. Guð blessi.